Komið sæl. Í dag hefur verið hæg breytileg átt á landinu og víða skýja með köflum eða bjartviðri en á stóra yfirlitskortinu þá sjáum við lægð hér fyrir austan land og önnur er hér við Skotland og er hún nokkuð víðáttumikil og veldur víða óveðri á Evrópu á morgun. En þróunin hjá okkur er nú sú að lægðin hér fyrir austanland, hún grynnist heldur en hinn lægðin hún gleypir hana þannig að þær saminast. Þannig að það verður nokkuð hvass norðan vindstrengur á suðaustur og austurhluta landsins í nótt og fram eftir degi á morgun og svo annað kvöld verður næsta lægð farin að nálgast okkur úr vestri. En hitinn fór niður fyrir frostmark á nokkrum stöðum austanlands síðastliðna nótt en komst allvíða upp í 12 og 13 stig í dag. Og á hitasviðinu þá getum við séð að það er tiltölulega svalt loft mest allt land, einna hlýjast hér við suðurströndina í nótt og á morgun og það má búast við að það gæti gránað í fjöll norðan til á landinu þar sem verður lítilsháttar úrkoma í nótt en svo aðra nótt þá fer af aftur að hlýna úr vestri með næstu lægð. En ef við skoðum hér vind, úrkomu og skýjahulu frá því í kvöld þá hafa verið gefnar út gular viðvaranir út af vindi og vindhviðum á suðaustur og austurhluta landsins og taka þær gildi í nótt og verða í gildi fram á annað kvöld og er þetta fyrst og fremst hér austan Öræfa og sunnan til á Austfjörðum en annars staðar á landinu er búist við að verði mun skaplegra veður og minni vindur. En hádegi á morgun verður staðan á þessa leið norðlæg átt hjá okkur, allhvasst eða hvasst hér allra austast og snarpar vindhviður hér allt upp í 35 til jafnvel 45 metra á sekundu staðbundið á sunnanverðum Austfjörðum og austast á Suðausturlandi en svo dregur úr þessu þegar líður á morgundaginn en hér vestan og norðanvert landið er útlítur að verði skýja með köflum eða nokkuð bjart lengst af á morgun. Og hitinn svona frá frostmarki inn til landsins og upp í jafnvel 10 stig þar sem best lætur. Og ef við skoðum svo hvernig þróunin er frá því klukkan 12 á morgun og næsta sólarhringinn þá eru áfram reikna með að verði nokkuð hvasst hér fram eftir degi á morgun og annað kvöld en svo fer að þykna upp og úrkomusvæði kemur inn á vestanvert landið aðfarnótt sunnudags og svo færist það hér austur eftir landinu á sunnudaginn. Og hádegi þá verður staðan á þessa leið, það verður suðvestlæg eða breytileg átt hjá okkur, skýja með köflum og yfirleitt þurrt hér austan til fram eftir degi og sunnudag en síðan verður einhver væta þar einnig en allt sunnan og vestanvert landið er búist við að verði rigning eða jafnvel skúrir allra vestast og heldur hlýnandi hjá okkur í bili. Og svo fram til mánudags þá færist þetta úrkomusvæði hér austur eftir seinni partinn á sunnudaginn og aðfaranótt mánudags þá er búist við að verði heldur úrkomu lítið hér norðanvert landið en áfram væta suðaustan til. Og á mánudag er reiknað með að verði víða rigning með köflum eða skúrir allra vestast og hitinn svona frá 2 og upp í 10 stig. Og á þriðjudag er útlit fyrir suðvestlæga átt með skúrum eða jafnvel slydduéljum til fjalla en þurrt hér allra austast á landinu og heldur kólnandi og á miðvikudag er svo gert ráð fyrir að verði nokkuð stíf vestlæg átt með rigning eða skúrum vestanvert landið en yfirleitt þurrt austan til og þá heldur hlýnandi að mestu leyti hjá okkur, sérstaklega þó hér austan til. En ef við skoðum önnur lönd í Evrópu, þá er þessi víðáttumikla lægð hér að fara milli Skotlands og Noregs og hafa verið gefnar út viðvaranir þar, bæði appelsínugular og rauðar og nær úrkomusvæði frá þessari lægð alveg suður að Íberíuskaga en það er reiknað með að það verði víða rigning eða skúrir en þurrt þó hér allra austast í álfunni og eins er gert ráð fyrir því að það verði skýja með köflum og yfirleitt þurrt á Íberíuskaga. Og á Kanaríeyjum er útlit fyrir fínasta veður á morgun, hiti 25 til 30 stig og í Norður Ameríku er reiknað með skúrum og jafnvel eldingum hér suður við Mexíkóflóa en annars nokkuð bjart veður.
Og hjá okkur er útlit fyrir nokkuð hvassa vind austan til á landinu en svo lægir annað kvöld. Verið sæl.